Jæja, velkomin. Allt í lagi. Hefur þetta einhvern veginn komið fyrir? Maður lendir á vefsíðu og hún er bara svo yfirfull af alls konar áreiti að maður hefur fað að gefast upp á að finna það sem maður var að leita að. Sko, í þessari umfjöllum ætlum við að gera nákvæmlega það. Við tökum fyrir eina færslu af frönsku bloggi með biblíuskýringum og já, við reynum að moka okkur í gegnum allan þennan stafræna hávaða til að finna sjálfan kjarnan. Allt í lagi, byrjum að þessu. Leið og síðan opnast, þá blasir þetta við. Alveg svakalegir ringurrið. Þetta frekar kunnuleg sjónur, ekki? Auglýsingar, sprettugluggar, einhverjar endalausar valmyndir og svo auðvitað þessi rísastóri vafrakökuborði sem bara heimtar athygli áður en maður fer að gera nokkuð skapaðan hlut. Þetta eiginlega eins og reyna að lesa bók á miðju Lækjartorgi. Og þetta leiðir okkur beint að kjarna málsins í þessari umfjöllun. Spurningin er einföld. Inn í þessum frumskógi á upplýsingum leynist þar einhver raunverulegur boðskapur og ef svo er, hver í ósköpunum er hann? Ok, þannig að fyrst þá þurfum við eiginlega bara að kljást við þennan upplýsingamúr sem tekur á móti manni. Byrjum á því að brjóta niður þessa fyrstu stóru hindrun. Sko, þegar maður rýnir í smáa letrið í þessum vafrakökuborða þá rekst maður á þessa tölu hér. 1006 og þetta er sko ekki bara einhver tala gripin úr lausu lofti. Nei, hún stendur fyrir fjölda auglýsingasamstarfsaðila. Hugsið ykkur, yfir 1000 fyrirtæki sem gætu mögulega verið að fylgjast með ferðum manns á þessari einu vefsíðu. Þetta er alveg sláandi mælikvarði á það hversu ótrúlega flókin viðskiptahlíðin getur verið á bakvið efni sem er sagt ókeypis. Og þarna stendur maður frammi fyrir þessum klassíska vanda. Valið manns eigið. Ætla maður að borga fyrir upplifun með færra auglýsingum eða samþykja maður bara gagnasöfnunina til að fá þetta svokallaða ókeypis efni? Þetta er einlega bara 12 sem stendur á milli okkar og boðskaparinn sem við vorum í raun og veru að leita að. Jæja, nú erum við búin að kíkja aðeins á umbúðinnar. Þá er komin tími til að beina sjónum að innihaldinu sjálfu og til þess þá verður við að spyrja, hver er það eiginlega sem talar hér? Af því það kemur nefnilega í ljós að það eru tvær mjög ólíkar raddir af verki. Allt í lagi, þessi tabla hérna, hún skýrir þetta mjög vel. Annars vegar höfum við Thierry Rallas, hann er bloggarinn, svona sýningastjórinn sem velur efnið og rammar það inn. Hins vegar er það svo guðfræðingurinn Marie-Noël Theibout sem er í raun höfundurinn. Hún skrifar sjálfar biblíuskýringarnar. Þannig að maður getur sagt að Jalla sé eins og safnstjóri sem tekur verk Theibouts og setur þau fram í nýju stafræfu samengi. Og þetta er svolítið mikilvægt að hafa í huga þegar við förum yngra. Og nú komum við að fyrsta alvöru gullmólanum sem við gröfum upp úr þessum texta. Skýringar Threik-Habat, það byrja nefnilega á frekar dramatískri frásögn úr postulasögunni. Sagan fjallar kreppu og svo óvænta útþenslu. Ok, til að skilja átökin sem koma á eftir er alveg nauðsynlegt að þekkja þessa tvo hópa sem Thabut lýsir. Annars vegar það hinir hebresku, sem sagt aramísku mælandi kristnir frá Júdeu, hins vegar það hellenistarnir sem voru grískumælandi kristnir sem komu úr dreifingunni víðar að. Og þessi menningalega munur, hann var kveikjan að öllu því sem gerðist næst. Þessi atburðarás sýnir svolítið hvernig allt virðist fara úrskeiðis eða hvað. Þetta byrjar allt saman með deilum úthlutun á mataraðstoð en þetta snýst fljúgt upp í alvarlegar ofsóknir sem beinast sérstaklega að þessum grískumælandi hópi. Þeir neyðast til að flýja Jerúsalem en, og hér kemur það ótrúlega, þessi þvingaði flótti verður til þess alveg óvænt að boðskapurinn fer að dreifast á alveg ný svæði. Og þetta er sem sagt kjarnin í þessum fyrsta boðskap. Það er þessi mikla þversögn. Kreppan var í raun fatínavextinum. Rústirnar urðu að gróðra stíu. Maður getur velti fyrir sér, án þessara átaka hefði boðskapurinn kannski bara alltaf verið fastur innan borgarmúra Jerúsalem. Allt í lagi. Ef fyrri hlutin fjallaði hvernig boðskapurinn dreifðist vegna ytri þrýstings, sem sagt á stóra sviðinni, þá færir næsti hluti fókusinn yfir á einstaklingin. Hvernig getur maður deilt vonsinni þegar maður er sjálfur undir pressu? Hérna er samengi aðeins öðruvísi. Þetta eru ekki lífshættulegar ofsóknir, heldur svona stöðugt nag, há og gagnrýni. Og ráðið sem kemur úr fyrra Pétursbréfi er ekki að fara í einhverja vörn eða sókn. Það er þvert á móti, að vera tilbúin að svara fyrir vonina sem býr innra með manni. En, og þetta er lykilatriði, aðeins þegar maður er spurður og þá að gera það með mildi og virðingu. Og þessi setning, hún neglir þetta alveg. Talaðu aðeins þegar þú ert spurður, en lifðu þannig að þú sért spurður. Þetta eru svo sterk hugmynd að lífernið sjálft eigi að koma á undan orðunum, að líf manns eigi hreinlega að vekja spurningar hjá öðrum.
Þannig að megin boðskapurinn alveg skýr. Vitnisburðurinn snýst fyrst og fremst gjörðir, ekki bara orð. Breytt líf, það langbrýnasti og áhrifamesti vitnisburðurinn. Það grunnurinn og án hans orðin bara innantóm. Allt í lagi, en hvaðan á sér styrkur að koma? Þessi styrkur til að lifa svona öðruvísi lífi og standast allt þetta áreiti. Sú spurning leiðir okkur beint að síðast á kannski dýpsta hluta þessara umfjöllunar. Hún fjallar fyrirheitið verjanda. Og samhengið hér alveg gríðarlega mikilvægt. Þetta loka orð Jesú til lærisveinana, ímynd ykkur stemninguna. Þetta kveðju orð. Þeir óttaslegnir, óvissur framtíðina og hann að gefa þeim loforð til að styrkja þá fyrir allt það sem framundan. Og hérna lykilhugtakið, defensor eða parakletos á upprunalegu grískunni. Og það sem svo áhugavert hvernig Þábút útskýrir þetta. Hún notar ekkit flókið guðfræðimál, hún notar samlíkingu sem allir skilja. Þetta eins og að hafa talsmann eða persónulegan verjanda sem kallaður manni til aðstóðar þegar á mann hallað, bara eins og lögmaður í réttasal. Þannig að tilgangurinn með þessum verjanda ekki bara einhver innri huggun, hann líka ytri styrkur. Hann á að gera lærisveinana færa að sýna heiminum þennan innri styrkleikagjáfa og þannig dreifa breytingum, næstum því eins og með smiti frá einum til annars. Ok, eftir þetta djúpa kaf ofan í texta kominn tími til að koma aftur upp á yfirborðið. Drögum þetta allt saman með, því að fara aftur á byrjunarreit, aftur að sjálfu blogginu. Og já, hér við aftur. Þessi kunnuglega sjónræna ringureið, þessi stafræni hávaði, þetta nákvæmlega staðurinn þar sem ferðalagið okkar hófst. En þetta það sem svo magnað. Undir yfirborðinu og öllu þessum stafræna sóðaskap, fundum við 3 ótrúlega skýr og djúp þemu. Í fyrsta lagi að kreppa getur leitt til útþenslu, í öðru lagi að von deilt með gjörðum og í þriðja lagi að styrkur kemur frá innri talsmanni. Og þetta skilur okkur eftir með eina stóra spurningu til að velta fyrir sér. Þessi fornu textar sýna okkur hvernig djúpur boðskapur gat lofað af hreinar ofsóknir og opin fjandskap. En spurningin fyrir okkar tíma kannski þessi. Hvernig rata svona djúpur boðskapur leið sína í gegnum stöðugt arretti og athyglisbresta stafræni öld? Og hvernig finnum við þá? Það eitthvað til að luksa Takk fyrir að fylgjast með.